Ég held að flesti séu tilbúinir, komið sæl, hlustendur góðir og velkomin að viðtækjónum. FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan 27. dag aprílmánaðar. Gleðilegt sumar, annar dagur í sumri, sumardagurinn fyrsti í gær og það var sett hitameti í Reykjavík. Heitasti dagurinn á sumardeginu fyrsta frá upphafi mælinga. 14,7 gráður fór hitinni í gær, takk hérlega fyrir. Þetta er rosalegt maður. Það er geggjað. Það fór nú fram hjá mér þetta blessaða veður í gær. Það átti ekki að vera eitthvað sól og eitthvað veistla. Ástæðan fyrir að vera ekki sól í gæra því við vorum með mistur frá Sahara-eyðimörkinni. Já, það var frábært. En við vorum með mikið. Það veður frá þig núna. Já, ég bara les fréttir kilsar annað en þú lest ekki neitt sko. Nei, ég horfði bara við heiminn og sá einhver sól. Það búið að lofa vöðmingjarnum sól. Já. Mættu í strengnum, G-strengnum út á skílunni. En ég verði að það var góður loft í því. Þú vissum að ekki verið sól að það hefur dreigið fyrir leið að þú komst út á okkur skílu. Bara sé veðurfræðingur allt niður þessu Íslandi því miður. 14,7 gráður, það er bara mjög gott. Og tekur það, ég meina 14,7 gráður, það var ekki einu svona þá sá hiti í júli í fyrra sko. Nei, náði aldrei þessum hitaði fyrra. Ég er ekki hrifinn af þessu. En það er sumar. It's summer. Til að ekki með aðdrengi. Já, saka dagantalinu, bara komið sumar. Það er ekki alveg fullmannað bátur eins og heyrið kæru hlustendur. Auðun Blöndal hvar er Öddi Gilsari, þú veist það? Það er fullur í einhvern kastala núna, sá ég. Ha? Það er svoleiðis. Hann er í útlandum. Instastóri á þeim, þeir eru bara ofurölu í einhverjum kastala. Hann og Steindi? Já, vel gert. Þeir eru fullir í kastalunum. Með að setja við félagarnir á vaktinni. Já, það verður einhver að ská upp skítinn eftir þessa menn. Já, þú verður fullur í kastala. Aldrei. Þú eru fullur í kastala, Gilsari? Nei. Það er allt eftir hjá mér. Mjög þreytt að aldrei gert það. Það er bara alveg glata. En þá spyr ég, eftir nákvæmlega viku Gilsari, hvað heldur þú verður að gera þá nákvæmlega? Þá var ég í árlegri spilafíklaferð í Atlantic City. Já, verður edrú þar? Það er ólíklegt. Árlegri spilafíklaferð? Já, þetta er króksaraferð. Já. Sko, Poop fer hérna með króksaravinnu sínum. Já. Og síðan fær svona alltaf einhverju nokkur að kíkja með. Já. Og við erum að tala um einhverju spilafíklar sko á næsta level, sko, álfur spila. Við geta setið á blackjackborði á þess að hægja sér í 35 klukkutíma. Ég hef aldrei séð svona. Það er rosalega. Á þess að hægja sér. Já, það er hægja sér ekki sko. Nei. Sitja bara með svart ský yfir sér. Já, veist, maður er búin að leggja sig og komin aftur nýr á gólf, þá er ennþá þarna sko. Þannig að sko ég sagði við þá bókiði hótel með sundlaugabakka og ég klár. Þannig að ég held að hérna Stoney og Mushroom þeir eru ekki svona harði gamblar eins og króksararnir. Þannig að ég held að við þrý félagarnir verðum mjög bakkanum bara að vöku okkur að þessu. Ég er að klúðra þessu. Ég kem ekki með allt niður þig. Ég er bara, þú ættir að koma með. En þú hefur nokkra daga. Það væri mjög gott sæning að fá Peter Johan. Það væri bara allir fyndustu menn landsins bara á sama hótelinu. Það er svakalegt. Við förum á miðvikudaginn. Þið farið á miðvikudaginn? Seinni parts flug, sænaði inn og drulla peningum. Sænaði inn. Flókið það? Nei, það er rosalegt sko. Eins og heyrið kæru hlustendur, FM 95 Blöður í góðum gýr hér í dag. Pétur Jóhann ætlar að fylla í skarðið fyrir Steinda. Pétur, hvernig er sumarið að byrja hjá þér? Bara að byrja mjög vel. 14,7 gráður í gæri eins og þú sagðir. Erum við ekki þar einhver staðar í dag líka? Er þetta ekki einhver staðar í kringum 14? Það eru ekki svona í 13 gráðum. Já, það lítur vel út. Það er alltaf að byrja að grænka í grösum. Já. Pétur, við settum smá verkefni á þig. Þú og Öddi hendið ykkur í klefanuna fyrr í vikunni. Við gerðum það, já. Fóruð í dagskráleið sem að ég hefur nú bara vilt alltaf virkað. Þú varst að ringja og beðja fólk um að tróða hinn á þessu þar sem sólinn skín ekki. Já, lauk rétti þau ekki. Og mér dætti ég að tvista aðeins. Já. Við skulum ekki segja meira, við skulum bara fara í þetta og eftir. Egill, ég sé spurningakeppnina sjálfsög á sínum stað. Já. Hvaða konsept vinnur við með í dag? King of being a horny comedian. Já, það líst mér vel og ég get ekki beðið. King of being a horny comedian. Já, því að það, veistu, má ég segja eitt? Ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Þetta er bara hræðilegt. King of being a horny comedian. Ok, byrja þess. Ertu gráður? Já. Ertu comedian? Já. Er Pétur nákvæmlega sama? Já. King of being a horny comedian. Þeir eru tvei gröðustu vinir mínir og þeir eru geggjað skemmtikraftar. Já. Þannig að þetta er bara spurningakeppni sem er skrifuð í ský. Reynum að koma spurningakeppnina að þér í þættinum. Pétur, þú ætlar að sjá myndir fyrir cash. Ég ætla að sjá myndir fyrir cash, já. Og er þetta erfiðar spurningar eða? Nei, ég held að það sé ekki erfiðar sko. Ég sé að þú ert með hvort myndir frekar Egill. Já, ég er með hvort myndir frekar líka. Þannig að
Ég held að það veri veistlega okkur félagum í dag. Það er með sumar, fólk í gýr. Ég held að flesti sem eru hlusta séu með kokteil núna. Já. Eða eins og Ívar Guðmunds, sveit mótka Red Bull eða Ætluðu við ekki að vera með stöðunukefni líka? Já, það við fengum svona nett hérna Hausverkum Helgar koncept sem nett super meets Hausverkum Helgar dagskóliður stöðunukefni nema sem við stynjum og hlustundu velja bestu stöðuna. Ok. Það er rétt að öðrum ykkur félagandi bara strax sko. Hvað segir þið? Rétt að öðrum okkar. Getum við ekki pakað saman? Já, þið eru bara ekkert aðeinslega græður og ég veit að þið mjög rúlega þessu. Við skulum byrja þetta ánda fyrir út í algjöra vitleysu. Vonum að þið hlusti í dag eins og þið heyri kæru hlustendur. Við erum komnir í gang og við erum í gýr. Það held ég að þið eru hlusta á FM 957 og það er komið sumar og menn eru léttir. Með ykkur í dag Ríkard Páskar Guðnason og Pítur Jóhann. Ekki kalla með Ríkard Páskar, hann er svo rótshæðig. Og þú talar svo akkurir. Það var geggið Hvernig getur þú? Þú segir alltaf, þú tekur alltaf Tatman. Þetta var bara FM kynningi mín. Ég búið að hlusta hefur röstmann í 25 ár. Það er enginn sem kann betur FM röddin eða ég. Æ, ok, geggjað. Það held ég hér á FM. Hér á FM. Hér á FM. Þetta er bara steinleikur. Þeir eru hlusta á FM 957 og þetta er steinleikur. Steinleikur. Menn minna mig líka máið svolítið með steinleikur. Já, steinleikur. Herðu, steinleikur. Komið að slúðri hér í FM 95 Blu og ég viðurkenni það, ég er nú ekki búin að liggja neitt svakalega yfir því. Það er ekki. En það þýðir að það eru ömulegt. Nei. Er engin trailer á Það er nefnilega aldrei verið trailer og slúðri. Samt er þetta búið að vera frá upphafi sko. Ég var alltaf með trailer á öllu. Alveg sama hvað það er. Einu sem hefur átt metnaði að gera trailera hérna er ég. Og ég er bara skammaði fyrir það sko. Já, líka kannski að vegna þess að þeir eru 3-4 mínútur sko. Ef ég væri með slúðrið, þá væri trailer. Hvernig myndi hann byrja? Bara hvað, you wanna hear some gossip? Síðan kemur eitthvað random slúður. Show me the gossip. Síðan kemur náttúrulega annarkot beisand eða skúter inn þá sem þetta í öskur gossip og annað techno. Svona ég er svona að hugsa þetta er einhvern veginn svona bara svona allir treður innir. Getur ánað með þetta. Herðu, við ætlum allavega að byrja á Britney Spears. Ertu ekki sáttu við það? Já, mjög. Britney Spears, hún fær að hitta börnin sín núna í dag. En hún er náttúrulega búin að eyða núna síðustu vikum á meðferðarstöð sem leggur áherslu á andlega heilsu. Hún hefur átt frekar erfitt náttúrulega síðustu misseri. Hún ákvaði að leita sér hjálpar fyrir mánuði síðan. Hún kláraði meðferðin á miðvikudaginn og líður mun betur. Ég held að Britney væri búin að jafna sig alveg. Ég vissi ekki að Já, ég verði að viðurkenna að ég hef ekki fylgt mikið með henni sko. Nei, sko hún á Sean og Jaden, hvað eru 12 og 13 ára? Hvernig meðferð var hún? Já, bara svona áfengi svo. Nei, ekkert, ég held nú sé ekki þar sko. Nei. Þetta sé bara eitthvað svona í hausnum sko. Já. En við erum hrifnir að því að hún sé búin að hún er útskrifuð og hitta börni sín dag. Þetta er svona slúður einhvern veginn sem að fyrir einu manna og út hitt. Já, gleður engan einhvern veginn. Ekki komið slúður sem að bara gera alla sem að hlusta bara hálf þunga núna sko. Já, ok. Kæra þakkir, vilt þú taka næsta slúðumúla? Nei, ég bara skýr hausið. Nei, ég bara Þú með eitthvað gleðilegt slúður? Herru, já, það er hérna Rami Malek, veitu hvað það er? Nei. Óskarsvöluna hafið með meiru. Jú, ég sem var aðna í þú veist, Queen myndinni. Akkurat, Bohemian Rhapsody. Ég hef ekki séð hann ennþá. Ertu ekki búin að sjá hann ennþá? Ekki heldur. Ný. Já. Ég er bara, ertu búin að sjá hana? Já, sjálfsögur er búin að sjá hana. Rólur, sjálfsög. Hún var frábær eða? Heiminin blár eða? Hún var frábær? Já, hún er mjög góð. Hann er grár í dag. Toppar ekki að mínum að það starri spórn en góð samt. Ok. En toppar hún Tango and Cash? Já, það gerur hún 100%. Það er hæpið. Ég er ekki viss. Gerur hún 100%. En Rami Malek, hann, sérst búið að staðfesta það, hann verður næsta illmennið í James Bond. Já. Gaman að sjá syngjandi svona Freddie Mercury gæi, Bohemian Rhapsody. Hver verður James Bond? Er svona þippin Bond, það var ekki ekki. Er ekki Daniel Craig? Richard hann í jakkafötum, gólu villus. Vá, það var ekki ekki. Já, pakka þessu Rami í góm saman. Þetta segir þetta til þess að gera grína mér að því að eitt þippin James Bond. Heldur ég myndi alveg ekki koma mér í form fyrir það hlutverka.
Það er gaman að sjá þig sem James Blunt. Hvar hérna, hvert á ég að fara? Ég rata ekkert í þessum heimi. Bá eitt skýrhúsinn. Eitt skýrhús sem ratar ekki til Víkur í Mýrdal. Ég ætla að kjöta mig niður sko, því að Bond má ekki vera of þykkur. En það er ekki að einar. Hver er Bond samt? Daniel Craig. Síðasta skipti. Svissa hann út. Já, þetta er síðasta myndina, hann er búin að gefa það út. Er það besti Bondin eða? Daniel Craig frá upphafi. Er Pierce Brosnan betri eða? Nei, það er aldrei hann en þetta er bara að hugsa þess. Þetta er bara erfið spurning í heimi. Maður verður eiginlega að gefa Sean Connery það sko, því hann er bara ekkert eðlilega sexy. Já, reyndar. Séð Sean Connery það? Hann er ennþá ekkert eðlilega sexy og hann er 95 ára. En sko, hann var, Daniel Craig er meira gengur hreitna til verks. Já, þú hreitnar á honum? Nei, ég veit það ekki sko. Ég er svolítið skotin í bara svona, þú veist, hann er ekki með neina vöflur sko. Nei, hann er mjög svona, hann er mjög harður í þessu slagsmálum, hann var frekar brútal. Sean Connery var graðari. Já. Hann fóð meira á bak í sínum myndum sko, en Craig sko. Það er alltaf kostur sko. Já, en þetta er athyglisvert. Þetta er ákveðin punktur. Hvað er þriðji mólin hjá King Richard? Ríkardi Páskar Guðnason. Já, Egill Matti Einarsson Ríkard Páskar Guðnason. Þetta í staðin fyrir Óskar, hann er náttúrulega fyndinn. Nei, hann er páskabann með uppistand í Tjarnabíó. Hann er jólabann. Já, það er leðaskar líka Páskar. Já, að því ég heiti Óskar, þá fannst hann svo fyndið að búið til Páskar. Hann sagði svona 20 sinnum í síðasta þetta. Það er bara komið gott. En þinn maður, Gilsari, Reynir Þór Eggertsson eða Eurovision Reynir. Já, herðu, hann er nokkuð sannspár. Að kemur í Eurovision nú. Ef að spár hans rætast, þá verður Eurovision 2020 haldinn í Reykjavík. Heldur hann við sem ára að vinna þetta? Já, hann heldur það. Ég heldur sem á topp 5. Ef þú ættir að gambla og setja eitthvað á lengjuna, hverju myndir að henda á? Sko, ef við get bettað á topp 5, þá mistum við það mjög gott bett. Nú myndir ekki spá Íslandi straight sigri. Já, þú veist, ég menn alltaf að renna aðeins á það. Við skildum taket. Ég menn við getum unnið þetta. Við höldum alltaf að við séum að fara að vinna. Já, en erum við ekki actually í séns núna? Ég myndi segja að við erum í séns núna. Bara miða við bara veðbokka. Segir þú ekki alltaf Bookie Snows? Jú, en við erum ekki Bookie, en er ekki að spá okkur sigri, sko. Nei, en þeir að spá okkur ofalega ekki. En það er samt kóngurinn er að spá þessu og að Eurovision reynir, sko. Ég treysti honum fyrir eitthvað en The Bookie, sko. Málið er að The Bookie vil meina að hollendingurinn sé að fara að loka þessu. Og frekar þægilega það ekki? Samt, þeir eru með stuðul 3. Ef þetta var eitthvað ef þetta var eitthvað rúst, þá var þetta alltaf neðan stuðul 3, sko. Þannig að við erum með stuðul 13. Setu kúla á þetta, Pétur, fær 13. Hvernig lóma það? Bara mjög vel. Skýtur ekki peningum? Kúla fyrir PJ er svo... Hei, ég vildi meina það á þann, jú. Það er 35 krónar fyrir þér ekki. Hvað segir þú? Kúla fyrir PJ. Það finnur ekki fyrir því. Það finnur ekki fyrir því. Er þetta saman með 1 milljón fyrir Pétur og svo 35 milljónir fyrir mig? Með 35 krónur. Þú ert samt næst ríkastu vinur minn, sko. Þú hefur séð skúffurna. Þetta var slúðrið í FM 95 Blöð og hér eftir smástund hendur við í hvor ykkar. Kæra áhorfendur, þetta er að bresta á allir þeim, engin tími. Potturinn stefnir í 8,5 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Það eru kjúklingadagar á Dirty Burger & Ribs. Kjúklingamáltíðir frá 990 krónum með frönskum og gósi. Dirty Burger & Ribs. Vissið þú að landhelgin er 7 sinnum stærri en Ísland? Fræðist lífið sem býr í djúpunu, hvali og seli og furðufiska. Í djúpunum búa furðuverur sem aðeins örfáir hafa séð. Nú geta allir kynnst þeim í Perlunni. Perlan, undur íslenskrar náttúru. Lagarsala, Músíkasport, Reykjavíkurvegi 64 Hafnarfirði. Nike, Adidas, Speedo, Dirickson og fleira. Opið alla helgina frá 13 til 18. Er ekki svolítið langt síðan við höfum séð þig? Komdu og sjáðu litina og alla möguleikana. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Við erum ekki með sumartíma á Íslandi, en bókaðu samt þinn sumartíma í dekkjaskipti á n1.is. N1, alltaf til staðar.
Gerðu vel við þig á kaffihúsi IKEA. Réttur mánaðarins ljúffeng mexíkónsk enchilada á aðeins 795 krónur. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Sumarið byrjar í Bauhaus. Bauhaus, mikið úrval, gæði og gott verð alltaf. Opið til klukkan 9 alla daga í Smáralind og Jóðellhúsi. XO, líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Garmin Dashcam GPS bílamyndavél og þú grípur augnablikið sem að skiptir máli á myndband. Garmin búðin og örhverfi, garmin.is. Veisla framundan, fallegu og vönduð jakkaföt frá 16.980. Next, Kringlunni. Umhverfisdagur Bíkó núna á laugardaginn. Kynningar, fróðleikur og frábær tilboð. Bíkó, vistvæn saman. Nú öll salut og matseðli á 1390 krónur. Fresco, fyndu ferskleikan. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. FM 95 blöð með ykkur hér á þessum undur fagra föstu degi. Pétur Jóhann Sigfússon, Egill Einarsson og Rikki G. Hér búið að vera mikið fjör og það ekkert lát á því, gott fólk. Ó nei, Rikki G með næsta dagskrárlið hérna hjá okkur og já, það dagskrárlið sem margir hafa beðið eftir. Pétur, þú ert náttúrulega fættur í útvarp. Það geggju kynning. Já, ég veit ekki, mér var afðist tunga tönnana. Já, það bara eðlilegt. Og geggjaður hana. Mundur þú vilja vera bara sóló í loftinu? Bara svona eitt, bara svona, já, þú ert að hlusta hérna og þetta var lagið. Já, þú getur vel. Fá þér vinnu. Ég væri til í það. Já, ég geti þetta að skoða þetta alveg. Herru, ég ætla að henda ykkur í dagskrárlið sem að heitir Hvor ykkar? Hvor ykkar? Já, hvor ykkar. Þið eigið, ég raunin bara spyr spurninga. Og þið eigið að reyna svona átuga, á þetta meira við þig, Pétur, eða finnst þetta eiga meira við Egill og svo þetta bara öfugt hjá Agli. Þið erum að komast að einhverju niðurstöðu og þið þurfa alls ekki að vera sammála. Nei. Og svo með náttúrulega hlustendur að núti giska hvor þetta á meira við. Númer 1. Hvor ykkar hagræðir sannleikanum meira til þess að særa ekki vini eða vandamenn? Þess að hvor minna brutally honest? Ertu mikið að særa fólk, Pétur? Nei, ég reynir nú að forðast það. Það er Pétur ég ætla að peppa mig, ég sé hugulegur og vöðamikill og ekki mikið að niðurlega mig, sko. Nei. Ég hef aldrei sagt neitt mig. Ekki Rikka heldur. Hef ég ekki verið niðurlega þig í gegnum tíðina? Aldrei. Nei. Þannig að þetta er erfitt svar. Ég, sko, fyrir mitt leiti verður þetta mjög öðvöld, Gilsarinn. Okkur? Gilsarinn? Já, ég meina, ég veit ekki hvað, þú átt mörg nöfnu mig, þannig að þú veist, það er nú bara efni í heila bók, sko. Það er þá ég bara slá og leta strengi. Já, slá og leta strengi. Þú ert allavega ekki að hagraða neinu sannleika þegar það kemur að mér. Nei, ég veitna. En segir við fólk eins og bara segjum til dæmis þú þekkir bara eitthvað frænka, herri, ég var að fá mér hérna nýtt í hárið og múndu segja, þetta er alveg geðveikt en ég veist það ljótt. Myndur þú gera það? Ég myndi ekki segja, þetta er eitthvað ljótasta hár sem ég sé, það er mikið með það. Þú myndir ekki gera það? Það er ekki frænka með ljótasta hár sem ég sé. Geggja þau. Hvað, segir það einhver eða? Nei. En ég meina, en bara nána vini, eru þið brutally honest? Það er gott að vera brutally honest, sko. Það er gott að eiga félaga sem bara segja hlutin eins og þeir eru. Já, það er alveg rétt. Ég viðurkenni það, ég hagraði oft sannleika til þess að særa ekki. Já, ok. En þeir eftir hver það er. Þú veist, ef að... En hvor ekkert alltaf sé duglegir í því? Að hagraða, sannleika. Þú starfar sem, en ég minna, þú er fremsti einkaþjálfar á landinu. Já. Það er nákvæmlega þannig. Þú þarft að vera sannleikanum samkvæmt. Já, ég segi fólki alltaf hvernig staðan er. Þú er ekki sigur úr það þar. Nei, þú ert ekki að sigur úr það. Þannig að verður ekki að gefa Pétur þetta bara? Jú, ég skal taka það. Pétur er, þú veist, hann er aldrei verið leiðilegur við neitt, sko. Nei. Aldrei lesið yfir neinum. Nei. Hann var engum illa af það. Og ég er alla daga að hagraða sannleika. Er það ekki? Jú, þannig að ég hata innst inni allt og alla. Nei, djók. Nei, alls ekki. Númer 2, hvor ykkar er opnari fyrir hlutverkaleikjum með makanum? Já, ég er bara galopin fyrir því. Tipp á Pírur hana. Já, en hérna, hvað hlutverkaleiki finnst þið skemmtilegast að fara í Pírur? Sem svona maður sem er að koma að lesa af svona mælum. Já, svona frá orkuveitun eða? Já, eða bara, já, er það ekki orkuveitan? Já. Lappar inn og segir Rarik, þess vegna, sko, ég til í hvað sem er, sko. Og segir og ég þarf að lesa á mælunum hjá þér. Já. Og hvað er mælinni, fröken? Ég bara veit það ekki. Maðurinn minn er nú hvað er hann? Hann er nú ekki heima. Nú, hvað er það?
þá er ég að finna þetta hjá þetta og eitthvað svona. Henni nú ekki heima. Nú, hvað? Og finnur þú töfluna þá og... Já. Og vinnur eitthvað í henni fyrst? Nei, ég tek nú töfluna yfirleitt áður en þetta byrja. Það er alveg flott. Það er ekkert hjá þér, Gilsari. Ég hef ekki verið nógu duglegur í. Ekkert í pottasettunum með eitthvað nýju. Hvernig hefur verið í pottasettunum? Bara, þú sett pottasölumadur eða eitthvað. Ég er ofta að fara líka í, ég var lögreglubúning. Ég er ofta að koma í líka þessu lögregla og búið kvart undir háa hérna. Hvað hérna, ættum að gera græjurnar í botnið því? Fredrik, hvaða græjur áttu að tala um? Hvaða græjur eru þetta? Það er allir gangur á þessu. Það er þetta mörg ár síðan að Mér sýnist Pétur vinna þetta bæja mæl. Já. Þetta er spennandi að þið tverju hefur fengið þessa. Já, það er enda mjög góða punkt. Ég held samt að Pétur hefði tekið mig líka. Þá er síðasta, hvor ykkar horfir oftar á klám? Þetta er ekki óþægileg spurning. Hvar er... Það er óþægileg spurning eitthvað neina. Það er sumar og... Það fyrir eftir í hvaða flokkar sem klám, sko. Já, útskjöruð fyrir Petri, hvað menar þú? Ég meina bara klám, ég meina klám er náttúrulega bara... Skoða bíla bara, ég er alltaf að skoða bíla á netinu. Er það klám eða? Bílaklám? Já, bílaklám. Þá er ég bara að tala um... Sér það með svona matarklám? Herðu, ég er bara að tala um venjulegt klám. Já, bara... Þú veist, sem við flokkum sem bara kynlíf hjá öðru fólki. Já, ég skilur. Já. Við erum alltaf gamli menn, sko. Já, þetta er... Komu alveg að fjöllum að það, sko. Já, ég myndi segja Gilsen. Ég sést á honum bara. Hann er alltaf aðeins að tjekka á þessu. Ég er alltaf í vinnun á daginn. Þú ert ofta eitthvað svona heima ráðandi lítið að gera og svona út komýrien. Nei, þú ert á minnstu skrifstofu í heimi. Skjáriðin snýra vekk, það með að sér það enginn. Ertu ekki stundum að læðast? Ég ert ekki að geðugur, hvað, með kuna í stólnum og... Nei, þú ert ekki alltaf með kuna í stólnum. Ég kom nú bara að inn hjá þér daginn. Þá voru hurðið lokuð, þá varst að japla á einhverju matarna og... Já, ég loka þegar maður að borða. Er það ekki eitthvað allt annað heldur en... Já. Ég sko, fyrstulega veit ég ekki hvað PJ horfir að fullorðsefni oft í viku eða mánuði. Ég heiti alveg að vita allir sem ég geti svarað þessu, sko. En ég er að tippa einhvern, ég er að giska. Ég giska á mig? Já, ég myndi halda það líka. Já, ég giska á það líka. Something in the way you roll your eyes takes me back to a better time when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. 'Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong. There is so much wrong. There is so much wrong going on outside. Á FM 957 og já, eins og þetta getur að þá er ég Auðun Blöndal allt í unum mættur í þáttinn. Já, þetta er skrítið. Já, ég vona að þetta sé búið að ganga vel hjá okkur þarna, þér Rikka og já, Gilsanum. Já, við vonum bara að það gangi líka vel hjá þér. Já, þakkaði fyrir það. Þú ert í útlandum? Ég er í útlandum, já, þegar þetta er spilað í útvarpi, en er á Íslandi núna með honum Pétur Einn í klefanum fræga. Og hvernig er veðrið hjá þér? Ég bara veit það ekki, ég er ekki farin út vitlýsingur þinn. Já, ok, maður. Þú skalt ekki kalla mig vitlýsing. Já, okkur. Heldur þú að geta lamið við? Nei, það er bara menn hafa flaska á þessu. En sko, ég heldur nú einhvern maður rætt að gætur þú lamið eitthvað Pétur? Ertu nú hraustur í það? Já. Er það? Já. En náttúrulega til þess að geta lamið eitthvað þá eru þú að verða reiður. Já. Þú verður ekki oft reiður. Nei, það er sjálfgeft. Já. En ef þú færir í brjálæðiskasta þá ættur þú séns. Já, ég kjafta menn byrja yfirleitt niður. Já, en ég er að tala um slagsmál, ef þú þyrftir að fara í slagsmál. Já, bara inn í ring. Já, þú ert allir svo beiglaður og lítill eitthvað. Lítill og beiglaður? Hvað meinar? Það sem ég segi. Bara sjálfur lítill og beiglaður. Þú ert það sem við kallum að lover not a fighter.
Ég er bara skakfinningur. Já, reyndar, ég gefði það. Það er grjótart. Það er grjótart. En sem betur fer, þú sért nú kannski ekki mikill bardaðamár og þá ertu mjög fyndin. Og við ætlum að nýta það hérna í sem klefa í dag. Já, ég held það. Mér finnst líka gaman að detta eins inn í þáttinn því að ég er búin að missa svo mörgum út á atvinnumönnum okkar. Það er mest bara gaman að vera að mættur hérna með þér, Pétur. Bara sömuleiðis, vinur minn. Og við ætlum að reyna að henda í góðan klefa og sko, þú varst að fá hugmynd hérna frammi sem að mér fannst mjög fyndin og enn og ástæðan fyrir hún konir inn að við höfum tekið dagskáli sem heitir Trottu upp í raskataður og er miklu uppvaldið um mér. Svo höfum við líka verið með þegar við vorum alltaf miðvikudum og þá vorum við í keppnum hvor myndi láta skella á sig á undan og þá var svona trikki að nota grínrödd eða röddu. Já, augljósa grínrödd. Já. Góðan og blessaðan dag. Já, eitthvað svona óþólandi bara. Þannig að fólk vita þessi aðtigangi. Og þið langar að prófa að samina þetta tvönd. Já, vera sem sagt með alveg augljósa grínrödd. Já. En segja einhverjum að tróða einhver upp í raskati á sér. Mér leist mjög vel á það frammi. En þar sem vonandi er það að ég fyndið í síma. Nei, sko þar sem að augljós grínrödd er náttúrulega bara frekar augljós. Já. Þá þarf maður að vera frekar snöggur að því að segja fólki að tróða einhverju upp í raskati á sér. Þetta er góða búti, þú mátt ekki Þú var að hafa bara eitthvað stutt. Hvert vilt þið hringja? Hringi í Sundlaug, Bakari, Banka? Bakari maður. Bakari. Við ætlum að fara beint í Bakari. Ok, tjekkum á þessu. Söðkúks Bakari, góðan daginn. Já, góða og blessaðan daginn. Eru þið að selja snúða? Hæ? Seljið snúðana? Hæ? Eru þið að selja snúða þarna? Jú. Já, nokkuð kynni að taka og tróða upp í raskati á þér. Já, endilega. Ekki. Þetta er glata sko. Þetta er svæðilegt. Alveg hræðilegt. Gefum við eitt sem sann. Einn í viðbót. Allar að vera með sömu röddu. Allar að breyta. Allar í einhver aðra? Nei. Nei, ok. Þá fyrir við Ganna Bakari, byrju. Já, aðra augljósa grínrödd. Já, áttu fleiri? Já, nei, byrju. Já, góðan og blessaðan daginn. Já, þessi er frábær. Frábær þessi. Þetta er samt ekkert augljóst, það er margir sem tala svona. Góðan og blessaðan daginn hér. Já, þetta er samt gott. Já. Ríkskasset. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Selurðu batteri? Já, ég gerir það. Ertu með AA-batteri hérna? Já, það er ég með. Ég þarf okkur slatta þessu, hvað ertu mikið hérna? Sko, ég er með svona 8 í pakka. 8 í pakka, já. 8 4 pakka? Já. Ok, getur þú tekið bara fyrir mig og setja í póka eða eitthvað svona kassa kannski? Já. Og tróðu upp í raskati á þér? Nú, býttu. Sko, þetta vextu upp nú býtu. Þetta er ofna sko. Já, þetta var þetta gamle góði ákveður að breyta eitthvað sem virkar. Þetta virkar fyrir okkur Pétur síðan 2003 held ég. Já, þetta er bara þetta sannaði sig þarna. Já, og virkar enn í dag. Ég hefði gaman að þessu. 4 pakka af AA-batteríum bara bóla kaupir að skæta þér. Það er íshellir í Reykjavík. Hann er búinn til úr 350 tonum af snjó, hann er 100 metrar langur og inn í honum er 10 gráðu frost. Í honum er jökulsprunga og aska úr Eyjafjallajökli. Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna. Perlan, undur íslenskrar náttúru. Ætlar þú að hafa fisk oftar í matinn? Auðvitað. Mundu bara hafa hann frá Hafinu fiskverslun. Hafið fiskverslun, Hlíðarsmára og Spönginni. Lagersala, Músíkasport, Reykjavíkurvegi 64 Hafnarfirði. Nike, Adidas, Speedo, Dirickson og fleira. Opið alla helgina frá 13 til 18. Arg-viðburðir í samstarfi við Gull Léttöl kynna. Aldamóta tónleikar í Háskólabíói. Magni, Hreimur, Birgitta Haugdal, Einar Ágúst og Gunni Óla. Uppselt klukkan 8. Auka tónleikar klukkan 11. Sveitaballastemming eins og hún gerist best.
Þú mátt ekki missa þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. Marvel, Origo og Lenovo kynna allra stærstu ofurhetjumyndina til þessa. We're the Avengers. We gotta finish this. Ekki missa af öllum Marvel ofurhetjónum í baráttunni við þenn ógurlega Thanos í Avengers Endgame. This is the fight of our lives. Komin í bíó. Góða skemmtun. Shaken Pizza fagnar sumrinu með Sumarshake. Sumarshakein með ekta súkkulaði og bananabræði. Þeyttum rjóma á toppnum og bananasplitti frá Freyju. Shaken Pizza. Gleðilegt sumar. Arfa snjóflóðabakbókar fyrir vélsleða og fjallaskíða fólk. Garmin-búðinu Örhverfi, garmin.is. Umhverfisdagur Bíkó núna á laugardaginn. Kynningar, fróðleikur og frábær tilboð. Bíkó. Vistvæn saman. Arg viðburðir í samstarfi við Gull Léttöl kynna. Aldamóta tónleikar í Háskólabíói. Magni, Hreimur, Birgitta Haugdal, Einar Ágúst og Gunni Óla. Uppselt klukkan 8. Auka tónleikar klukkan 11. Sveitaballastemming eins og hún gerist best. Þú mátt ekki missa þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. Hvernig hljómar Kung Pao kjúklingur eða dumplings í kvöldmatinn? Phoenix, Bíldsöða 12. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. FM 957. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Það er nefnilega það, þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Föstudagur í dag og við erum í gír félagarnir, ekki alveg sólríkt í höfuborgin en það er ekki þetta kvart yfir veðrinu. Egill Einarsson á næsta dagskrárlið og hann heitir Hvort myndirðu frekar? Já. Ok, sko. Skilurðu þann dagskrárliðið, Pítur? Já, ég skil hann. Okay. Ég held hann segi sér nokkuð þegar sjálfur. Já, maður þarf ekki að og ég ætti nú svona frekar mikil móðgun við Pétur. Skilur þú þann leik, Pétur? Já, samt. Það er eðlilegt að hann spyrja, sko. Mál er að hann er alltaf bara, þú veist, á föstudöfum í staður hlusta okkur félagarna og er hann bara. Það er hvað er þú veist að gera á föstudöfum milli 4 og 6? Sónu minn er alltaf á fótboltavíku milli 16:30 og 17:30. Það er svoleiðis. Ferð þú á það ræfingar? Ég fer yfirleitt með honum, sko. Það er svoleiðis. Já. Nennir hann þér það? Já, hann vill það. Já, þú hangir yfir honum. Hvaða lið er hann með? Stjörnunni. Hann er Stjörnunar. Já, ég vil fá hann í blikana, en ok. Já, það er ekkert orðið að segja. Nei, 7 ára. Og veslan yfir. Já, ég myndi. Þannig að hann er í boltið, ekki í bílunum eins og gamli. Nei, ég myndi gera tilbúið í hann. Þú ætla að vona sendi betri fótbolta en þú, sko. Hefur þú að sparka í fótbolta, Pétur? Já, Rikki. Þú lúkkar ekki þannig. Er ég svona við þig? Nei, þú kallaði mér reyndar einu svona mínibar. Ég var akkurat að fatta það núna. Þú ert eins og mínibar. Í laginu? Já, hún kallaði mig eins og þá var ég svona eins og lítill ískapur. Svona lítill og breiður. Þannig að ég hef nákvæmlega ekkert samanskupið að spyrja þig hvort þú er ekkert að sparka í fótbolta. Mínibarinn. En Gilsarinn, þú ert með hvort myndirðu frekar? Hvort myndirðu frekar, já. Já. Ég skrifaði 5 spurningar. Ok. Ætla svo að kötta það nýr í 3. Skeit er ennþá með 5. Hann ætla að velja bara 3 svona randomly hérna. Já, ekkert mál. Og menn þurfa að vera heiðarlegir í svörum. Sjálfsög. Alltaf heiðarlegir. Sko, aldrei aftur að borða pítsu eða aldrei aftur að skoða fullorðinsíður. Þetta er alltaf sama kjaftaði í þessu þætti. Hvað meinarðu? Þetta er bara Þessi spurningu aldrei verið það. Það er liðna 10 mínútur síðan að það var síðast eitthvað fullorðin samtalið. Sko, Rikki er pítsufíkill. Já. Og kynlífsfíkill, þannig að þetta er ekstra ræður fyrir hann. Ég er ekki kynlífsfíkill, ekki vera auglýsa mig sem þannig. Þetta er bara skítugt eil. Hvað meinar? Þetta er ekki vera auglýsa mig kynlífsfíkill. Ég er það ekki. Gifti niður henni eld og síðan heima þegar það. Já, er það að vera þá fíkill eða? Þú maður sé aðeins að krydda upp á með makanum sínum. Bara dreftu mig ekki, sko.
Hlæjandi báðir halló latti þetta verið fram Þetta er svakalegt, þessi maður Þetta er ekstra erfitt við Herru, hver á spurningin einu svona aldrei aftur pizzu aldrei aftur fullorðinsíð Skoða fullorðinsíð Get ég hérna kom með counter offer Má ég borða keto pizzu? Ég þarf að vera leiðilegur og ég þarf bara að kippa svaðið sko. Þetta á ekki að vera auðvitað Þú ert yfir með mjög erfiða spurningar Þú sér það með dagskólið Það er rétt En hvað var svona fyrst sem poppaði upp hjá þér, Pétur? Er svona pítsu hefðu heimilulið? Fyrst þetta er eitthvað með pítsu kvöld? Já, við erum að pítsu bara stundum Aldrei aftur pizza mig upp Það er helvítið rétt Já, ég veit, þú elskar líka hristaði sko. Þannig að Þessi gæi Hvað er að gerast? Já, af því að þú hattar það Hattar þú að hrista það Þið finnst það svo ógeðslega vonduruglega Þið vitið hvað klukkan er bara milli 4 og 6 Hvað er klukkan? Herðu, ég ætla bara að svara þessu strax Ég takk þess að pizzur og skópla henni Það getur ekki gefið pristingin Ég ætla að taka hitt þá Hvað sagði þú, Riki? Ég datt aðeins út Þú voru að svara heiðarlega Hann ætlar að velja, ætlar að offa pizzuna Já, ég ætla að taka pizzuna Blöðin eru inni, eða ekki? Tímaritin Þau eru ennþá í bókabúð Já, ok, ég vissi það ekki Nei, það er ekki Vissir það ekki? Ef hann feði framhjá þessu vatnar enda sko Já. En allavega við förum bara næstu Ég er bara þannig típa Ég hugsa í lausnum Sko, málið er, ég veist, út af því Pétur, sko, ástæðan fyrir þetta þema út af því ég, veist Þið eru báðir frekar virkir Ég sé bara á svipnum að hvað var þetta að fara að segja Það er að fara að koma ykkur viðbjóður sko. Þið eru virkir, þú veist, í Svennarbyrginu og eru þekkti grínistar og svona Þess vegna væri ég með á þema þetta sko Þannig ég held að þjóðinni gefur mann svona Ringi hann að segja hún veldi Ég er með skilning fyrir þessu Hvort myndur freka velja sko, þú getur valið 2 valmöguleikar sem sagt Aldrei að vinna aftur Já Eða vakna við jafn frá valtibinn á hverjum degi að smettir Ég það var að stoppa þetta sko Þetta er ekki galt það Aldrei að vinna aftur Já. Eða vakna við jafn frá valtibinn Frá daglega þá það Á hverjum einasta degi Bara hverjum einasta degi Ömuleg vekjarklukka Sem besti fjölmiðlamaður fyrir og síðar Já. Á landinu Því líku meistari Já. Og ekkert eðlilega hugulur Já. Herru, ég ætla bara Mér var þetta auðvitað að svara söguna Já, ég ætla bara að hætta að vinna Ég ætla ekki að vakna við jafn frá valtibinni það sem eftir er sko Ég ætla að lofa því sko Hversu veikur Þú bara hætta að vinna Það ert að hugsa þetta, Pétur? Nei, ok Jú, ég var að hugsa þetta samt Ég var aðeins að spá í þessu Ég ætla bara að hætta að vinna Það hendur bara sleppum vinnunni Væntalega augljósa svari á þessum veika gæja Væntalega með valtibinni Í staði að vera eitthvað ömulega vekjarklukku Mí Herðu, hérna farið í næstu Þessi er samt Sjá Þessi er samt Já, ég er svona Það er rosalega ef að þú segir Þessi er samt Hvort myndur frekar vilja fá greitt í peningum eða jafnli fyrir gig Jæja, þetta var Það er bannað að kvötta á þetta Þið giggið mikið Herðu, ég bara fá greitt í peningum, takk Það er möguleiki Þú varst að tala um þetta Hann var að tala um hérna Þú ert alltaf með erfiðar spurningar Ég ætla að vera með erfiðar Þetta er einhver auðveldustu svör Spurningar sem ég fengi á ævinni Láta valtar að jafla mig á mótlan eða hægt að vinna eða fá greitt í jafli eða peningum Ég held að þessi margir sem myndi hugsa sig tvisvar með þessari spurningu Ég meina þú veist að það eru karlmenn ofta ráða mann í vinnu sko Hvað er fór greitt? Ég held ekki eins að útskýra þetta kjaftaði meira Þetta var hvort myndur frekar Getur eftir að svara Þetta er ekki búið Jú, þetta er búið Já, ég tek peningin FM 95 blöð hér á FM 957 Tíminu fljótur að líða klukkan að verða 5 Og við ætlum svona aðeins að róa okkur niður eftir spurningarna frá Agli Hvort myndur frekar? Það var vel valið lag hjá þér Já, svona sumar í þessu Ég ætla að halda áfram í þessu Ég nefnilega glemdi síðast þá toppa ég meil í tónlist Ég ætla að toppa mig aftur
Núna? I like that. Nú ætlum ég aðeins að fikta í playlistanum. Já, mér líst vel á það. Ert þú ekki stjórinn í það? Tónlistarstjóri? Já, dagskrárstjóri. Það blöð er í kastalanum. Þannig að við meðum að gera þessum okkur sýnist nú. Já. Hvað er blöð að gera aftur í kastala? Þannig að hella í sig. Já, ok, veistla. Hvað er hann? Hann er í kastala. Króatíu það ekki? Já, huggulegt. Já, eitthvað bara mjög flott sko. Hérna, ég ætla að henda ykkur í sturlaðar staðrendir og pluss. Sturlaðar eða manjör? Já, sem sagt, það er einn Hestakúkur. Já, akkurat. Ok. Það með því að giska á hvað það er og hlustendur hann úti með að sjálfsögðu giska líka. Skulum bara byrja þetta. Og númer 1. Steypireyður er þyngsta dýr veraldar en þeir geta orðið alltaf 140 tonn að þyngd. Já, já. 140 tonn. Það er stór hvalur. Það er rosalegt. En pældi ég samt 140 tonn. Hvað er það svona, þú veist? Það er 1140. Þetta var my greatest comedy í history of radio. Já, þetta Ég heyri fólk núna á þetta Suðurlandsböld grenja á hlátri. Nei, það er enginn að grenja hlátri. Nema þú. Það er 140 tonn. Þetta er svo bara góðu bátur. Já, þetta er þungt. Ég held þetta sé 250 kýr. Já, cirka. Engstað það er í kring örgulega. Það er askoti mikið. Snöggur að reikna maður. Hvað er einn belja þung? 600 kíló. Hvað svo leið? 600 kíló? Ég hef sett svona 200 kíló. Mjög þungar. Ég er ekki bóndi í miður. Nei. Þú hefur verið góðu bóndi. Googlaðu K, total KG. Já, ég tippa á 250 kíló. K, weight 200. Sko, þetta er gott útvarp. Þetta er geggja útvarp. Gilsarinn finnur þetta. Já, ég höfum mér bara skotir og leitur að þú kemur næstu. Já, þá ætla ég að fara í nummer 2. Fólk sem spilar tölvuleiki reglulega er líklegra til að stjórna gjörðum sínum í draumi. Sturlust það. Stóni er mikið í þessu. Stjórna bara, getur þú stjórna drauminu eins og þessu tölvuleik? Já, bara svona, þú veist, þú hefur meiri stjórn á gjörðunum þínum. Það sem þú ætla að gera í drauminum. Svona ákvarðanatökur og svona. Ok. Og þá er ég að tala þeir sem spila töluleiki svona freka mikið. Dreimi, þú veist, eru þið hvað maður að segja? Dreimi, mér dreymir eiginlega aldrei. Ég man það í svona 30 sekundur og síðan ég búið að gleyma því. Já. Mér dreymir örglega en ég man aldrei í vakna mónuna. Það eru kýr er umtafli 450 kíló og kalkisnautin getur verið 600. Þú bara með þetta hár rétt ekki. Guttormur var 897 kíló og góð þykkt í honum. Guttormur, já, hérna í húsdýragarðin. Úf. Men ég er ekki, ég villi svo í lítið Þetta er enda eftir kongur. Segja það margótt. Takk að kjallaði fyrir Gilsari. Við förum í nummer 3. Hefur átt að vera bóndi. Michael Jackson reyndi eitt sinn að kaupa Marvel Comics fyrirtækið eingöngu svo hann gæti þá leikið Spider-Man í kvikmynd sem hann væri þá bakvið. Það er ekki alveg ákvæmt þeirri blöðan skulle vera andlit Michael Jackson á Íslandi þessa dagana. Nei. Ekki vinna mikið með honum. Er hann alveg hægt Ég verð samt að taka ofan og verja blöða því hann er ekki inn þess að verja sig. Hann er náttúrulega ekki inn andlit Michael Jackson á Íslandi. Heldur að sé núna með hattinn og hanskan í kastalunum með glimmer svona. Fyrir króandan með hana kolvillu sko. Það getur ekki tekið þetta á Íslandi lengur sko. Já, það er rosalegt sko. Sturlu staðrend, Michael Jackson reyndi einu svona að kaupa Marvel svo hann geti leikið Spider-Man. Hefðu þið viljað sjá Michael Jackson í hlutverki Peter Parker? Já, reynda. Því miður hefði ég ekki getað samþýtt að hafa hans í Spider-Man. Ekki. Það er gaman að sjá. Þú er ekki verið til í það. Reyndar er Spider-Man alltaf svona nokkuð petít sko. Svona grannu petít sem Jackson var. Þannig að hann er ekki getað verið Hulk. Nei, það er ekki. Batman. Því miður. Minipils eru ólögleg í Uganda. Hvað? Minipils? Já. Akkur? Ég veit það ekki. Þú eru bara að ringja og spyrja það. Bara ringja til Uganda? Spyrja eitthvað. Minipils eru ólögleg í Uganda. Það það. En ef ekki er mökkaðar og þú ætlar í minipilsi. Ég má það ekki. Það er bara að banna samkvæmt lögum. Ég sé mikið lögin, slaka þá. Hvað er minipils? Er það bara svona... Svona stuttpils bara, miniskort. Hefur aldrei farið á Biffan, Pétur? Biffan, hvað er það? Það er nóga þessu minipilsum þar. Hefur aldrei farið á Biffan? Aldrei farið á Biffan, hvað er það? Það veit ekki hvað Biffin er. Það er B5, já. Við unga fólki köllum að Biffan. Já, jú, ég Við unga fólki, ég er að ferdu og kalla Biffan B5. Sorglegasta sem ég heilt, sko. Ég er okkur þessu, beður ekki verið fullur á B5? Já, það er samt svakalega langt síðan.
Varstu bara borðið í kolvitlaus? Nei Borðið kolvitlaus Varstu niður í vippinu? Alltaf niður í vippinu Herðu Peter fucking Johan Þá fyrir við næsta Mannskeiðasta flugslys í sögunni átti sér stað á Tenerife. Þá skullu 2 vélar saman sem var til þess að 583 aðilar fórust. Frábært, getur þetta jákvæða sturlu hjá þetta, Richard? Verður með eitthvað jákvætt? Þetta er bara sturlu staður. Hvað var með áðan eitthvað sem var líka Britney Spears hérna? Já, með í slúðurinu. Já, og núna þetta? Það fær ég að vera með herðatri uppi mig bara í allt öllu. Slaka á Valli Sport sagði mér Þetta er bara sturlu staðrind. Valli Sport skólaði mig til fyrir einhverjum 19 ára síðan. Það er allir búin að heyra þetta 20 sinni meil. Það sagði mig, Öðingi, verður alltaf brosandi út af hennu. Það skila sér til hlustenda. Alltaf að tala brosandi. Ég er búin að gera það síðan. Sérðu Valli Sport fyrir að segja Öðingi, verður brosandi í öllum kynningum. Hann tók mig á fund, sagði bara að þú ert brosandi í kynningu, það skila sér. Geggjað. Þá brosir. Og ég lofa því, Valli Sport núna, hann er ekki hrifin að þessari sturluðu staðarinn til þér, Richard. Ok, en ég bara er með sturluða staðarindir. Herðu, hann getur ekki það þessu gert. Það eru 3 eftir. Sorglega staðarind er ekki sturluð staðarind. Bryan Cranston sem lék Walter White lærði að laga metamfetamin eða kugmeth til þess að koma sér inn í hlutverki í Breaking Bad. Það er ekki full mikið að finna góða. Ég veit ekki hvað svo flókið þetta er. Þurft hann að vera heima að búa til með? Nei, ég væntalega gert það, væntalega bara í einhverju skemmu eða eitthvað. Hann bara vildi kunna handtökin í þáttunum svona. Betur nóttu að serious hard actor. Hefur verið method actor? Hefur tekið hlutverkið með þér heim? Já, maður gerir það bara. Það er svoleiðis. Það er óumflýjanlegt. Það er svoleiðis? Já. Þú hættir ekkert bara að koma cut? Nei. Þú hættir ekki bara um Peter Johan og den þá sami gæðin og... Nei, það er, ég meina, þú veist, Ólafur Ragnar í nætuhöttinum, bara 99% bara Pétur Jóhann. Ég vil að það er mikill meistari. Sá maður? Já. Líka hárgræslan var geggið. Akkur er ekki með það hár? Bara alla daga. Og frasarnir. Herðu, förum í næst síðasta. Þú að gera þetta átti 90% af þessu. Næst síðasta, Keanu Reeves hafnaði 130 milljónum í íslenskum krónum þá 97 til þess að leika aðalhlutverki í Speed 2. Hann hafnaði þessu af því hann var að túra með bandinu sínu á sama tíma. Sturluð staðrind, sko. Pældi í Keanu Reeves átti að vera í Speed 2 en var síðan ekki. Hversu léleg var Speed 2? Hún var ekki góð, því við ekki hérna. Hver var í henni þá? Sandra Bullock hélt áfram að leika og svo var fengið einhver B-actor með henni og það var mjög slögmynd. Já, ég meina, hann átti nóg til og að langa að túra. Það er samt erfið, þú veist. Hvað eru 130 milljónir 97? Það lítur að vera askurinn Það er líkur að cold hard cash. Herðu og síðasta, árið 1966 þá fastaði 26 ára gamall karlmaður í 382 daga og misti 125 kíló. Ha? Hvað sagðirðu? Árið 1966 þá fastaði 26 ára gamall karlmaður í 382 daga eða rúmlega ár og misti við það 125 kíló. Hann aftur á móti drakk vökva. Drakk vatn og búið. Já. Borðaði bara enga mat. Já. Ok. Frábært. Herru, við skulum fara hratt yfir þetta. Steypireyður, þingsta dýr veraldar, sá sem spila tölvuleiki getur stjórnað gjörðum sínum í draumi. Michael Jackson reyndi að kaupa Marvel. Mílipilsin, ólögleg í Úganda. Mannskeiðasta flugslysið er á Tenerife. Bryan Cranston lærði að laga metamfetamin fyrir Breaking Bad. Keanu Reeves, hann hafnaði risatilboði fyrir Speed 2 og maðurinn sem fastaði í 382 daga. Hvað þessu er kjartaði? Hvað heldur að sé manjur, Petur? Ég held að sé tölvuleikir. Ef þú spila tölvuleiki þá getur þú stjórnað draumum. Ok. Já, ég grunar nefnilega sért með að winner hana. En ég get ekki tekið það sama. Þannig ég ætla að segja að Breaking Bad meistarinn var ekki að kúka meth heima á sér undirbúið sér hlutverki. Það er hárrétt hjá Agli. Thank you. Bryan Cranston var ekkert að kúka meth fyrir það hlutverk. Tax-free veisla, grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavalli á Tax-free. Húsasmiðun og Blómavall. Lagarsala, músikasport, Reykjavíkurvegi 64 Hafnarfirði. Nike, Adidas, Speedo, Dirickson og fleira. Opið alla helgina frá 13 til 18.
Nýja Colgate Total tannkremið ekki bara bylting í tannheilsu, heldur bylting fyrir allan munnin. Taktu þátt í broslega léttum spurningaleik á colgatetotal.is og þú getur unnið flug og gistingu fyrir 2 til Berlínar í 2 nætur. Prófaðu nýtt Colgate Total. 2000 kall í hádeginu á Fabrikunni. Allir hambúrgarar, salat og aðalréttir. Allan apríl, allar Fabrikunnar 3, alla daga vikunar. Hambúrgarafabrikan, hambúrgarastaður allra landsmanna. Unikonta nýtt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu sem við lögum að þínum þörfum. Ertu nokkuð fastur í fortíðinni? Prófaðu Unikonta. Við höfum opnað 5 nýjar stöðvar og þar á meðal eina nýja stöð í Knarrarvogi. Atlandsolja, lykillinn að lægra verði í Knarrarvogi. Loksins komið app sem gerir okkur betri í hverju sem Nýja Lotto appið komið í loftið fyrir allar tegundir snjallsíma. Lotto, appið okkar. Enski barinn með happy hour frá 4 til 7 alla daga. Sjáumst á Enska barnum við Austurvöll. Kókomattrúmin öll náttúruleg frá botni til yfirdínu. Fyndu munin. Heimili og hugmyndir. Barnaherbergi á öllum stöðum. American Style. Nú 20% afsláttur af öllum reiðhjólum, trampólínum, sumarleikföngum og körfuboltaspjöldum í Bíkó. Arg viðburðir í samstarfi við Gull Léttöl kynna. Aldamóta tónleikar í Háskólabíói. Magni, Hreimur, Birgitta Haugdal, Einar Ágúst og Gunni Óla. Uppselt klukkan 8. Auka tónleikar klukkan 11. Sveitaballastemming eins og hún gerist best. Þú mátt ekki missa þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Já, sumardagurinn fyrst í gær og þess vegna erum við í svona sumarfíling strákarnir hér í FM 95 Blö. Þetta var sumarlegt lag. Það er nú bara nákvæmlega þannig og við erum ekki hættir í sumarsmöldunum. Herru, það hins vegar það svolítið í gangi á þér Pétur núna þessa mundir. Þú ert að byrja með nýjan þátt. Það bara lauk rétt hjá þér, ekki minn. Það verið hlustendur að núti sem vita ekkert. Hvað heitir þessi þáttur? Það heitir Næturgestir. Skemmtilegt nafn. Næturgestir. Já. Og það hljómar skemmtilega. Hvað gerist þarna? Já, góð spurningar. Hvað þú útskýrið þetta fyrir mig? Egil að hugsa eitthvað allt annað. Nei, næturgestir. Næturgestir. Okay. Nei, það eiginlega tvíþætt merking í þessu. Það sérst grunnhugmyndin svo að ég að fara í húsnæði sem að fólk vill meina séu reynd. Okay. Og gista þar eina nótt. Það er eitt þar eða? Nei, með gest með mér. Okay. Sem að svona frægur. Það eru velja gest bara handa hófi? Íslenska mælikvarða. Og eru til draugahús á Íslandi? Við opnum, byggum til svona tölvupostfang, draugarattstöð2.is. Okay. Fengum alveg gríðalegt magn af ábendingum. Okay. Viðsvegar af landinu. Okay. Og þetta eru 6 þættir, 6 hús sem við þurftum bara að velja úr. Þetta var náttúrulega rosa mikið af húsum sem eru bara eyðibýli, bara gluggalaus og engin bara sem eiginlega ekki hægt að vera í yfir nótt yfir vetratíman sko. Okay. Þannig að við þurftum að hafa þetta hús sem voru allavega með gluggum en sumaðin voru bara ekki hituð og ekki drama. Þannig að þú ert núna, myndur þú segja draugasérfræðingur, basically. Já, ég veit það nú ekki sko. Ástæðan fyrir að ég fór af stað í þetta og svo að ég hef aldrei upplifað á eigin skinni draugagang. Ok, maður spyrja bara, þetta einhver spurning. Eru til draugar, já eða nei? Já. Það svoleiðis. Ég minni þú ert draugasérfræðingur. Ef þú segir að það það þannig. Já. Varstu eitthvað tíma skítandi í það? Þetta spurning Varstu eitthvað tíma skítandi í það? Ég nótt í einhverju húsi og það dimmt og heyrir eitthvað hljóð og... Ég meina við fórum af stað. Ég fórum alltaf, byrjaði að hitta gestinn bara í dagspyrtu, ná í hann og lögðum af stað og það tekið upp ferðalagið ferðin þangað og síðan og við komum alltaf í þessu húsnæði í myrkri og byrjum að labba þar og myndavélarnar eru svona, geta tekið upp í myrkri, infrarauðar myndavélar og við að labba með einhverja svona mæla og reyna sem að eiga pikka upp svona rafsegulbylgju
Akkurat. Fóruðu sundum í gang? Gerðu það, já. Og í öllum húsunum með það? En maður spyrja einu. Það er ekki öllum, sko. Maður spyrja einu, þið er ekki að feika neitt þarna, þú veist, þið er ekki að... Nei. Það er ekkert feik, sko. Þetta snýst í rauninni ekki neitt annað heldur en að fara í þessi yfirlýstu draugahús eða Sástu einhvern tíma svona, þú veist, gamla konu í hvítu slopp labba framhjóður hann að þú látt í ykkur herbyggi? Nei. En hins vegar get ég sko sagt það að efnið sem eftir að það er búið að taka upp alla þættina og það er í þessu tölu orðum verið að klippa það og svo leiðis og fyrsti þáttur í sýningu núna á mánudaginn. Það er eitt og annað sem kemur í ljós þegar það er verið að skoða efnið, sko. Interesting. Vegna þess að þegar við erum búin að labba allt húsið í myrkri og skoða hvert krók og kima, þá þurfum við að ég og gestur að ákveða hvar við ætlum að gista og við tökum þar sem eru engin rúm í þeim, í sumum húsnæðunum voru bara engin rúm og þá þurftum við bara að taka með okkur betta sveppoka og bara, þú veist, gesturinn fekk bara tekið það sem hann vildi, sæng eða sveppoka eða mismunandi, sem bara finna bara það rými sem við ætlum að gista í og reyðrum okkur í, síðan er bara kveikt á myndavél sem er látin rúlla allan nóttina á okkur að reyna að sofna og tekið upp spjalli á millokkar sem að myndast, mjög skemmtilegt spjall sem myndast þar mjög skrýtnar aðstæður í rauninni og mögulega pikkuð þessa myndalar upp sem þið tókuð ekki eftir þegar að búið að gera þetta upp þegar voru steinsofandi I like that og fólkið draugatunga inn í eiraður og svona Nei, og fólkið sem er með okkur sem var mjög lítið krú eða svona það er enginn inn í rýminu eða þú veist þau fara í sömu tilfellum fóruð og sváu í öðrum annar staðar ekki sama húsið? Nei, betur eins og í fyrsta þætti þá fer ég með Svölu Björgvinsdóttur í Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði sem er risa stórt hús og draugar þar eða? Já, það var margir dáið þar allavega. Já, skoðum það allt saman og það er allt sko búið að vera tómt. Það húsnæði búið að vera tómt frá því 2011. Út af draugagangi? Nei, það var bara lokað. Lagðist af spítalinn? Já, eða bara lokað, starfseminni var bara lokað. Það hljómar creepy, skemmst aldrei þig? Nei, gerði það ekki sko. Þú líka svo, það er ekki eðlilega harður líka sko. Það þurfti ekki meira auðmikið þig til að vera hana. Ég bara fór svona frekar vantrúaður. Hvað segirðu? Öskraðar aldrei eina stuðnu. Já, ég er mjög peppaður. Þetta hljóma sem mjög gott TV. Þetta kemur bara nokkuð skemmtilega óvart sko. Þú segir sjálfur frá. Fyrsti þáttur á mánudagskvöldið á Stöð 2. Á Stöð 2, að sjálfsögðu hvað annað. Spurning hvort það sé reynt í Ekvador. Boltinn í beinni og boltatilboð á barnum. Keiluhöllin Egilshöll, Wembley okkar Íslendinga. Æsa er í fiskamerkinu og eins og oft er með fiska þá líður þeim vel í vatni. Þess vegna var það aldrei spurning að sæblár væri liturinn á svefnherbergi hennar. Sveinn er hins vegar hrútur og meira fyrir móraut. En Sveinn er góðu drengur og elskar Æsu út af lífinu. Þess vegna fór hann í Slippfélagið og lét blanda hárrétta litin fyrir hana Æsu sína. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Arg viðburðir í samstarfi við Gull Léttöl kynna. Aldamóta tónleikar í Háskólabíói. Magni, Hreimur, Birgitta Haugdal, Einar Ágúst og Gunni Óla. Uppselt klukkan 8. Auka tónleikar klukkan 11. Sveitaballastemming eins og hún gerist best. Þú mátt ekki missa þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. Lagersala, Músíkasport, Reykjavíkurvegi 64 Hafnarfirði. Nike, Adidas, Speedo, Dirickson og fleira. Opið alla helgina frá 13 til 18. Konungur jeppanna er mættur að nýju í veglegri sérútgáfu. Land Cruiser Adventure með fjallmyndarlegum aukahlutapakka að verðmæti 660.000 krónur þér að kostnaðarlausu. Komdu og sjáðu hvernig landið liggur hjá næsta viðurkennda söluaðila, Toyota. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. Það er opið til 1 alla daga og til 3 helgar. Biljartbarinn Faxafenni 12. Er veisla framundan, fallegu og vönduð jakkaföt frá 16.980. Next, Kringlunni. Hey, þú, bræðlugarnir hjá þér hringdu þegar þeir eru farnir á grillhúsið. Grillhúsið? Þú veist þú vilt það. Í HR skapar þú tækifæri. Það er opið fyrir umsóknir til 5. júní.
Háskólinn í Reykjavík. Salatvika. Öll salat á matseðli á aðeins 1390 krónur. Fresco. Fyndu ferskleikan. Hönnun og smíði úr náttúrusteini eins fjölbreytt og steinninn sjálfur. S. Helgason steinsmíðja síðan 1953. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Topp tónlist FM. Það er nefnilega það, þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957, síðasti þátturinn í aprílmánuði og það er komið að dagskrárlið sem að hræðir mig gríðarlega og hræðir mig alltaf, það er spurningakeppni Gilsarans. Alls ekki, þú ert ekkert að vera hræddur að tapa þessu. Nei, ég er ekkert hræddur að tapa þessu, ég vil tapa þessu. Hvað meinar þú? King of being a horny comedian, já ég hugsa ég vilja tapa þessu. Þetta er alveg ríkalegt. Þú vilt vinna. Ég er actually hræddur að vinna þessa keppni. Nei, þú vinnur Peter Johan í King of being a horny comedian. Það er great honor fyrir þig, ekki sko? Já, frábært. Það því að þú veist. En ert að sjóða þessi vitleysu saman bara aukstar upp í sporthúsi? Ég byrja á þessu þar og Ert að dunda við þetta í sófanum heima? Nei, ég þykja með bakið og skrifa þetta niður rólegheitunum og síðan fer mér steik og raut og fínpúsa þetta þar. Varstu með bakið í rættinni í dag? Já, ég þykja með bakið. Síðan mikilvægt með þykkt og gott bak, sko. Það er geggjað bakið er geggjað. En þetta er mjög einföld spurning ekki því. Þið svarið og eftir svona, ég vil ekki segja 7-8 mínútur kemur ljós hver er the king of being a horny comedian. Og ég bara svo ég röksti þessa keppni. Fáránlegu titill á keppni. Núna get ég verið með þessa keppni því ég er með tvo gröðustu meðlandsins með mér sem eru comedians. Þetta er strax Ég nenni ekki að svara sko. Ég bara leiðum bara já. Er ekki bara hendur í það? Gerum það endilega. Geti gert það. Hefur fengið þann mikla heiður að leika í sjónvarpsseríu hjá Vöðvingjanum? Nei. Já. Það er punktur á Peter. Þú ert in the lead, Peter, núna. Já, ég fekk að leika í mannasögun. Já. Á rosalegt. Og Rassus? Já, ég fekk að leika Rassus. Já, þú varst Rassus. Það var geggjaður Rassus. Það var frábær Rassus. Þú varst geggjaður Rassus. Já, það var lúkslega gaman. Já. Ég meina, þú stóðst þig mjög vel. Á eftir að ég fekk að borga það. Það held ég ekki. Gerði þetta bara fyrir heiður. Þú nóg peningum. Þú fyrir við næstu spurningu. Hefur þið sprengt inn í eldhúsi hjá þér? Já, ég hef gert það. Ég ætla bara að taka þátt í þessu. Ég nenni ekki að, þetta búið að vera svo oft. Ég ætla bara að segja já. Ógeðslegt. Hvernig er það? Þetta er ángríns, þetta er ógeðslegt. Það er að vera raketur. Það er gamla skuld. Hvað ferstu í maður segir? Hefur þú sprengt inn í Pétur, út. En það já mig. Nei, ég minna maður lendi í svo gamla skuld. Vera með fjölskyldupakkan og missa rókelspítur onni í þetta og þetta er rosalega. Og sprengt hann inn í eldhúsi? Já, Rikki hefur lendið í grilla. En ég meina það er nálega ekki, þú veist þessu sétur og er þetta ekki nokkuð eðlilegt? Þetta er eðlileg spurning. Einhvern tímann lendi í þessu verið og stundar samlífin í eldhúsi? En í eldhúsi. Hvað segir þú, Pétur? Ég með alla gallana sem hann hefur farið í hlutarkjærleikim þá hlýtur hann að hafa gert það. Já, en í eldhúsi bara þarf að vera mitt eigið eldhúsi. Bara eitthvað random eldhús? Bara eitthvað. Við sem ábústaði í Húsafelli. Það verður farið. Telst það með það? Já. Það er með það. Já, ég gef punkt á það. Já, það er punktur á Pétur. Nei. Þetta er Sigrún, ef þú ert að hlusta, þetta er bara nenna að færa drengin frá útvarpstækinu. Ég er með grunar að þetta sé bara fyrir að vera verra. Þetta er rétt bara byrjun, blá byrjun. Eldhússprengingin kom í annari spurningu. Ég ætla að gefa Rikka þetta bara. Þetta er bara gefins. Ég á ekki dísu. Það er 1-1. 1-1, já. Hefur þú talað pungin á Gilsa í uppistandi? Já. Nei. Það er punktur á Peter. Ekki pungin að ræta. Ok, þú hefur talað það? Já, heldur betur með. Ég held ég að fengi snöppræðu og þú hefur tala að raka sér ballsack. Já.
Þetta setja út á það, maður er að rækja sig þetta Já, ég vil meina að það þurfa að stöðva hana mann Það þarf að stöðva mig Það þarf að stöðva Gilsson Þannig að við erum að senda mjög slæm skilabúti í samfélagi Hann sé að snirta á sér og að það sé bara eitthvað sem allir kallmenn eiga að gera Þetta er ekki rifin því það? Ég meina, ég er 47 ára gammal Það bara kemur ekki vel út Það er alveg morgunljóst Ert þú kaflóðin? Ég get bara votta það Ert þú kaflóðin að það niður eða? Já, þetta er bara vesen Frábært Þú veist, ég þetta að vera aðeins bara nánast vikulega Rikki tekur háreðingakrem á punginu á sér Háreðingakrem? Ég alveg er það Hann ræði það bara Það er rosalegt Já, mér finnst það bara fínt Er hann alveg glansandi bara? Jöp En þegar þú sést Þú berð háreðingakrem á punginu á þér Og hvað þarf að vera lengi að þú 3-4 mínútur 3-4 mínútur, hvað er það að gera með hann? Ég bara býð Hvað er að gera með hann? Ég fyrir að hilsa upp á mömmu og hvað spurningar eru þetta? Hvað gerir ég á með hann? Það er mikið sem að geta gert á 4 mínútum sko. Og hvernig fer síðan, hvað gerur þú svo þegar að Það er kaffi? Þetta er svona skafa sem fylgir hverju kremi og bara svona rétt stríkur yfir Þetta er bara svo barnar hans og eftir það? Með skuð? Já, ok Ekki rakvéla skufu, bara svona mjúkri svona plastskufu Hvað háreðingakrem notar þú? Hvít Smjörnýfur? Já Það er bestu vörunar Það er ekki að gera Svíður ekkert? Nei, ekki þetta En þetta er fyrir kallmenn Þetta sem ég nota Sérstætt pung háreðingakrem eða? Herðu, hérna bara háreðingakrem Bara næsta spurning Hvað er að koma með 2 púnta? 3 púnta? Já, 2-1 í pýru Já, ég fékkstu páskajafl Herðu, það sem að ég eitti páskunum með tengdafóröldrunum upp í bústað þá verði ég hendi nei á þetta Fékkstu páskajafl? Ég verði hendi nei á þetta Ég átti ammali sko á páskajafl Ég held að það verði 100% að Ríkard Páskar Guðnason eða þið fikk páskajafl Ég var búin að skrifa punktina, strókar út nú Já Ég fæ ekki punkt á það Ég var ekki að vinna með það upp í Timburkofa á páskunum Hvar varstu? Bara upp í sömabústað með tengdafóröldrum og systur konar og ég var ekki verið að fara hendi þetta Engar ágjör Þú ekki að hlaupa eitthvað í móa? Nei Eitthvað í móa? Það er rosalega Er enginn að fá punkt? Nei, það er enginn punktur Kjafta er þetta Gamli menn sko Hefur þú sopnaðið miðju geggi? Já Punktur á Richard Hvenær sopnaði þú að mig? Það var plötusnúður, ég var 20 eða eitthvað Laði með hans á græjunum Var ekki DJ-a, skemmtist að Og sopnaði á græjunum En til að vera með að þú sopnar í viðtali sem þú ert að taka sjálfur Já, hefur það gæst fyrir þig það? Já, það hefur gæst fyrir mig Jó, þeir eru með Ég var með útástátt með Dota Litla, Ding Dong Og vorum í beinni útsendingu í aðdraganda sko þjóðatíðar Og fórum alltaf Við vorum á FM Ég vissi það Með morgunþætti Ding Dong Besti radio show of all fucking time Já Fyrir þannig við sögum að því En þátturum alltaf frá 6:30 til 10 Og sem er náttúrulega bara rosa skritin tími Það skiptir ekki máli Hérna Og við fengum hljómsveit í viðtal Og forsprakki hljómsveindarinnar sem að, þú veist, ég man að hljómsveitin hétt Smakk Ég spurði hann spurningar sem að var eitthvað hvenær var hljómsveitin Smakk stofnuð og hann byrjaði að svara því og ég sopnaði Hversu illa leið Smakk Vaknaði við Dota Litla bara Pétur Jóhann Já Brjálar Hann brjálar Og það er enginn heitt Smakk eftir þetta Þetta var K.O. hjá Pítur Voru basically það leiðilegir að Pétur Jóhann sopnaði Ég er ekki Nei, alls ekki sko Ég var bara rosa þreytur Já, ég skilu Ok, við þurfum alltaf um það 2-2 Hefur landað einu stærsta auglýsingarsamningi sem gerður hefur verið við Íslenskan skemmtikraft? Nei Hefur landað Ég náttúrulega nú alveg verið á auglýsingarsamningum en ég veit ekki hvort það er þeir stærstu Hver á breykið þig á Íslandi? Sjá, minna kvolpa sig Ég bara nefndi einn gæði Hver á breyk? Ég meina Það var svona Það var stærsta plaggat sem ég sé það er hérna einhvern veginn í bæ hérna marathónmaður til dæmis Já og hérna húst hann hefur verið Hagkaup Já ég meina það er enginn að slíta fleiri stórar út úr auglýsingarsamningum Peter Johan sko Ég á ekki breyk sko Sjá hérna mann Ég hver á breyk? Ekki neitt Ég er búin að svara þessu 3 stasunum Er ég að tala við loftið hérna? Hvað með tvíhöðu? Jón Gnarr og Sigurinn Nei Það er engin verið í stærri auglýsingarherferðum en Peter Johan Sammála því Það viðurkendu þetta bara Já, ok
Punktur á Peter. Punktur á Peter. Það er 3-2. Ok. Hefur skemmt í glasi á ásatíð S.A.A. Nei. Nei, haldi ekki. Ef menn ekki fengið sér 2-3 áður gigið það. Nei. Já, aldrei. Ok, það er bara þetta ég hef giggað ástæða félagarnir og Já, ég hef giggað fyrir S.A.A. og hérna, reyndar er bara mjög sjaldgætt að ég sé eitthvað að sulla með því. Ok, ertu horny? Ha? Er það bara, þetta er spurning? Þetta er bara stuðspurning. Bara spurningin, ertu horny? Er það akkurat núna eða bara yfir höfuð? Bara núna, ekki? Þetta er bara spurningin. Þetta er bara spurningin. Já, ef það er núna þá segir ég nei. Og sko, hvað meinarðu? Ekki akkurat. Það er bara alls ekki horny núna, sko. Akkurat. Ég er bara að býða eftir þetta klárist. Kemnin. Já. Spurningan kemnin. Ekki akkurat núna. Nei. Sko, Bara yfir höfuð. ég er bara svona, já, svona, ég segi yfir höfuð. Myndur þú segja það? Ég myndi bara segja þetta er alveg búið hjá mér. Þetta er alveg búið, sko. Þarna verði bara, þú verður bara að ringi sér hún aftur, sko. Ég ætla bara að segja bara svona medium rare hjá mér. Stundum bara, í gír. já, bara medium, sko. Stundum vakna kallin í gýr. Já. Það er sko, hvað eru margar spurningar eftir? Það er nóg eftir maður. Það er fullt að tölva þessu kjaftaðir. Hvað eru margar spurningar eftir? Gerðan. Það er bara rétt að byrja, sko. Ég er með 2 hérna og það eru, ég svona er að lesa það núna og ég hef líklega verið temporarily insane, ég skrifaði það síns mér, sko. Já, ok. En hérna, nei, þetta er bara, það er 3-3, verður meðlega að fá winner. Já. Hefur fæði standardi 69 með vöðvingjanum? Nei, og ekki á leiðin í það. Hef ég gert það? Já. Við gerðum á Bravo, held ég. Mástu ekki, ég kendi þér hvernig það fæði standardi 69. Já, alveg. Lafst á skrifborinu og Já, alveg. Og þú fórst tókst tong. Já. Men þetta var eiginlega besta comedy of all time, sko. Þetta er bara Það þarf eiginlega að grafa þetta upp, sko. Ég var búin að stróka þetta út. Úr minninu? Já. Þú veist að ég gleyma þessu? Já, ég var búin að stengleima þessu. Takk fyrir að minna maður þetta. Það er punktur á þig. Það er punktur á mig. Og síðan loka spurningi, hefur þið gert niðruð á giggi? Hann horfði bara á þig. Nei, hann horfði ekkert á mig, bara á mig. Geirt niðrum á giggi. Ég hef öruglega sofið á konu minni á okkur giggi, sko. Eftir eitthvað gigg. Já, bara. Já. Þú hefur gert niðruð? Já, pottið. Hérðu það 100%. Pétur, sko. Fáðu sæti, ég ætla að segja það núna. Já. Þú ert the king of being a horny comedian. Til hamingju, Pétur. Það er það. Wow. Ég tapaði þessu. Þetta er geggja, þau eru velun. Engi velun. Bara heiðurinn. Wow. Þetta er geggja, takk hjartanlega fyrir mig. Takk hérlega. Það er nefnilega það. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og þökkum ykkur fyrir það, kæru hlustendur. Geggjaður á græjunum í dag, mjög góð lög. Svakalugur. Já, þakka ykkur kærlega fyrir. Ég vona að þetta sé að koma fólki í gýr. Ég er allavega að horfa á Söðlandsbrautin og það er nokkuð góð umferð úti. Eflaust einhverju sem ætla að skella sér út úr bænum og Já, fólk er líka bara að vöka sig, það er summer. Það er alveg hárrétt. Herru, við erum að fara í skemmtilegan dagskrárlið sem er nú búin að vera lengi í FM 95 Blöð. Hann heitir Myndur fyrir Cash, en er það ekki rétt hjá mér, Pétur? Er þetta nú bara ekki fyrsta skiptið sem þú stýrar honum? Ég held það. Já. Ég er ekki frá því. Já, það er 100%. Ég held ég hafi aldrei verið með dagskrárliðin Myndur fyrir Cash. Nei. Það er mikill heiður. En það er mikill heiður fyrir mig. Viltu ekki trailera hann upp eða? Eigum við trailer fyrir Myndur fyrir Cash? Eigum við trailer? Byrna aðeins, já. Would you like to have pockets full of... Já, 1 mínúta 30 sekundur er þessi trailer og hann er svona í eðlilegri kantinum. Já, þetta er bara geggjuð opnun. Ég hef strax á tilfinningunni að þetta sé það besta við dagskrárliðin. Já. Í rauninni, sko. Við þurfum ekki að fara í dagskrárliðin, sko. Held þetta hafi ekkert maður verið talið, ég held að hann segi Cash 24 sinnum í trailernum. Já, þú sérðum þennan dagskrárlið í dag. Peter Johan. Svona á að gera trailera, sko. Herðu, Peter Cash, Johan. Hvað á ég að vera með mikið af þessu? 3 spurningar, höfu vilt vera með við? 3 spurningar? Já, ok. Þú getur valið bara hvað skrifar marga niður, eða? 10. Nei. Ok. Þetta er allt bara algjör geima síðan. Já, ég meina Hefur þú hlustað á hann á þáttið það? Þetta er vanalega kæftaði, Peter, sko. Fyrsta. Fyrir 105, þetta er allt hugsað sem svona auka peningar, skilur. Já, auka. Já, fyrir utan eina síðustu spurninguna. Ok. Fyrir 150 skall á dag. Já. Fín dagslun.
Já, 150 skall, bara cash money, bara beint í vasan. Það komast strax mjög vel. Fyrir 150 skall á dag, það sem eftir er ævinar, myndu þið borða fílapensil með grefti og öllu úr annari mannesku. Új, bara einn fílapensil sem að þið, einn fílapensil bara góðan, feitan, þéttan. Ég þarf óskar að hafa mikið með ógeðslega spurningu sem ég held í myndinu fyrir kæðsku. Sko, þú sagði þetta að vera geimasýra, það var ekki alveg rétt orðað, sko. Nei, bara sko, mér er flögurt. Í alveg. Bara, þú sérð bara fyrir þér, alveg spekfeitan, stóra unglingabólu með þéttan fílapensil í miðunni. Það er kreist á lítinn disk. Er það kreist á lítinn? Það er kreist svona og sett á disk og þú þarf að borða eitt svona fílapensil á dag með grefti og fær 150 skall. Erum við að tala um gæin í lægir, mannst þetta er honum með eitthvað? Já. Erum við að tala um haða? Er þetta svona ógíslegt? Ég meina, þetta er bara fílapensil. Já, þetta er annari mannesku. Hvað þá? Er það skárra ef að þú átt hann? Já, ég myndi gera það fyrir 150 skall á dag. Er það? Ég þetta þín eigin fílapensil? Já, á dag. Ég bara þarf ekki að hugsa mér einhverjum, ég er aldrei í lífinu. Sko, þú sér fyrir hverjum degi, þú ert að tala um á hverjum degi. Já, þú getur byrjað bara á þessu, gleipa þetta og þá ertu með bara frí allan daginn, getur gert það svo vilt, þannig að þetta er alveg stíll hjá Petri. Þú gleipar bara og setur hann bara puttan og bara. Já, tekur skellinn 30 daga mánaðarins. Eitt héttan sko, þú þarft samt aðeins að kjamsa á honum. Þetta eru 4,5 mánuði, en þú ert að gera þetta okkur einasta degi. Já, það sem þetta er ræðunar sko, 120 skall á dag. Þetta er samt góð laun. Þetta er ógeðslegt samt. Já, ég meina þú getur bara hætt í vinnunni og farið bara í þetta, borða fílapensil. En ég ætla samt að henda nei á þetta. Frábær díl. Þetta er ógeðslegt. Þú segir nei, Rikki? Ég segi nei, ég bara. Já, mér er álfunni flögurt núna, þannig að það er ekki myndi skipta máli hvort þetta væri kallmaður eða kvennmaður? Skipt engum máli. Nei, bara, nei. Þetta er bara ógæslegt. Ef þetta væri fílapensil af. Já, reyndir að þetta væri fílapensil af allt í byrni. Eða Matthew McConaughey, þá myndi ég mögulega íhuga það. Nákvæmlega. Ég myndi íhuga þá, en ég er ekki að segja ég myndi gera það. Þannig að þið segir báði nei. Herru, hvað fáum við næst eiginlega? Ég er spenntur. Fyrir 500 skall á viku. Wow. 2 mánuði cirka. 2 mánuði cirka, já. Það hljómaði sem betra mánuði en síðasta, en þetta er minna mánuði. Það er heimskur að tók mig svona 7 sekundur að reikna það. Fyrir 500 skall á viku myndum við láta tunguna okkur snerta gillinæð einu sinni í viku. Hver á gillinæðina? Það er bara ný gillinæð í hverju viku. Ný? Já. Þú færði ekki að velja það sko. Það er ekki þreytt samt og alltaf ný og ný. Já, það er ekki alltaf sama. Er það að þreytta það? En þú mátt vera með harðatungu bara svona og það bara að koma við gillan. Svona harða svona. Og það var bara að koma með það. Ég var átt að með því að Pétur far veikur sko. Nei, ég meina, það er 7 dagar í viku. Ok, hvað er þetta gert og þú getur verið bara sýsla þitt í vinnunni hér. Þú ert basically að gera þetta 4 sinnum í mánuði. Er þetta bara einu sinni í viku? Einu sinni í viku. Sko, mér finnst þetta reyndar einu sinni í viku nokkuð góðu díl. Já, þú getur verið bara upp í sporthúsi og svo bara kemur einhver maður og þú veist að það er komin tími að láta tunguna að snerta ekki. Þetta er alltaf bara einhverjir random kallmenn sem kom inn. Það gæti líka verið hvern fólk sko. Það er brattir. Já, það er bara gillinað sko. Það getur verið bara. Nú er mér orðið flöggurt, þannig ég ætla hendi nei. Þú ætla hendi nei? Það er flöggurt. Mér er meira flöggurt að þessu en hinu sko. Þetta er ekkert vel. Er þetta ekkert? Það er ekki svo að gert þetta áður. Þú gert þetta 100 sinnum áður. Ála, fara bara með tungu. Þú gert þetta oft áður. Já, snerta gilla maður. Já, ég veit. Það er engin skaði, skilur með þér. Bara alls ekki. Hef ég gert þetta oft áður það? Nei, ég meina, þú veist, í bara samlífi, þú veist. Já, það ekki. Með gillina þetta? Já, nei. Já, ekkert endilega, ég get tala um endilega að sé, nei, hún þarf ekki að vera þetta er hérna. Nei, á þér ekki. Bara alls ekki, ég er góður. Hvað segir Egill? Nei, við þessu líka. 500 sko fyrir hérna, þessu rosalíl tími sem fyrir þetta. Bara eitt svona. Og ég tekur svo, þetta er fín díl. Fín díl? Já. Þú tekur, já á þig. Myndi mig á að kissa aldrei að láta þig kissa mig á kinnina. Það er ekki það. Fyrir, nú kemur alvöru tala. Ok. Sko þetta er bara fótbolta, skilur fyrir 30 milljónir á mánuði. Eða þú veist, hvað er Gylfi Sigurðsson? Hann er með 30 á mánuði, þetta er bara Gylfi Sigurðsson. 30 milljónir á mánuði? Já, 30 milljónir á mánuði.
Hvað þurfum að gera til að fá það? Myndu þið hætta Við höfum allir unnið einhvern tímann á æfinni venjulega bara vinnu, ég meina ég var að vinna þegar ég var í Big Ho, ég var milli 8 og 6 Ég var lagergómur Já, lagergómur Við væri bara í þannig vinnu, venjulegri 8 til 6 vinnu Myndu þið hætta í svoleiðis vinnu og sér satt Það er komið algjör djúðus kjaftaði Nei, jú, þetta er kjaftaði Myndu þið hætta svoleiðis vinnu en í staðinn milli 8 og 6 alla virkadaga, bara virkadaga Við erum í fríi um helgar og alltaf eftir klukkan 6 og fyrir klukkan 8 á mótnana, skilur við milli 8 og 6 alla virkadaga Bara 8 til vinnudagur Þá þurfum við að vera vera allsberir í bás inn í fjósi fullt fjós af öðrum öðrum beljum og vera þar allsberir og það er bannað að tala þið þurfum að baula og borða gras og skýta á gólfið það sem eftir er Má ég spyrja, á hverju varstu í gæri? Ég hef aldrei hendi að mikið kjafta á æfin og það kom með svona mjaltavélar alltaf og bara mjölk okkur kannski Hvaða djöfisins bull er þetta? Það kemur svona mjaltavél á spennan alltaf vinnu svona dag Ég held þetta að Rikki getur verið geggjubelja Það mætti að verið Hann verður svona smelt passaðið inn í lögum Með allt próteinu og fæðubótarættu sem þú drekkur kem ekki orðið að vera hægt að mjólka þig allavega Þeir eru bara milli 8 og 6 alla virka daga, þá eru þið belja 30 miljónur á mánuði fyrir að vera að belja í fjósi í 10 tíma á dag og virkum dögum Já, við erum Og þar ég að hæja mér í fjósinu það Já Og þegar ég að borða grasið Já Erum maður á 4 alltaf? Alltaf á 4, inn í bás En má ég geta ekki þessi 8 tíma? Já, þú ræður því Það er ekki að borða grasið Ekki endilega Þetta er ekkit mikið leðilega en að, þú veist Nei Ég var lagergómur sko Það hata allir lagermenn þið á landinu Þú veist, þið ætlar að segja að þessi verra að vera lagergómur en að vera í fjósi eins og okkur belja Þetta er 30 Þetta er miljónur á ekkit mánuði flókin vinna Þú ert þarna bara Þú ert alltaf kú Hvað líður tíminn? Aftur á bak með þú ert þarna Má ég vera með hérna Airpods eða? Þú veist maður hlusta á tónlist eða? Nei, belju Bara þögn Ég bara hlusta á hérna Ég hlusta á hérna beljuna Þessi 8 tíma muni líða eins og svona 2 tíma mánuð Það eru ekki hina beljunar að sleikja Það eru ofta að sleikja þig og eitthvað svona Herðu, hérna Þetta er auðvitað reyka Hvað segir ekki? Sumt er bara einfallega ekki þess virði Þannig ég ætla bara að vera með að launa maður og sleppa þessu Ok En ég held að þú verið geggjöður í þessu ekki Nei, þú verið langbestur í þessu Sérstaklega þegar þá að byrja að mjólka Það er enginn sem hefur tekið fæðubótarefn oftar en þessi maður sko Ég meina þetta mætti vera svona hátækni fjós Þú veist í dag er þetta orðið þannig að mjaltavélarnar koma bara og gera þetta bara Þetta er einhver steiktasta kynningi FM 9 Ég meina er ég hætti ég eitthvað tíma þannig? Er þetta eilíð? Hvað vinn ég lengi? Þetta er 65 ára aldur sér? Já, þá getur þú þarft ekki að vinna meir 67 En getur þið ekki frí? Ég ætla að fara erlendis Já, þú fær bara lögbundi frí Þá þarftu bara, maður þarf ekki að vera kú Þetta er 30 kúlur 30 kúlur, þú tekur þetta? Þetta er ekkert eitthvað, ég meina, þetta er ekkert hættuleg vinna Ég er bara hérna 8 tíma á dag Bara mættur alltaf í fjós, bara klukkan 8 Og ég er komin að gilu að sigur laun Þetta er geggjaða dýl Þetta er góða dýl Geggjaða dýl, 30 miljonir fyrir að vera að belja Hún láta mjólka og skýta í fjósinu Til hamingju On hlaupaskór Eitt framsæknasta hlaupaskómerki í heiminum í dag On, hlauptu á skýjum Sportvörur Kópavogi og Sportver Akureyri Tax-free veisla í Húsasmiðinu og Blómavalli. Tax-free af grillum, hjólum, trampolínum, garðverkfærum og öllum vörum í Blómavalli. Húsasmiðinu og Blómavall. Castello tilboð. Stór eldböku pizza með 2 áleggjum á 2190 ef þú sækir. Castello Pizzeria. Castello.is. Marvel, Origo og Lenovo kynna. Allra stærstu ofurhetjumyndina til þessa. We're the Avengers. We gotta finish this. Ekki missa af öllum Marvel ofurhetjónum í baráttunni við þenn ógurlega Thanos í Avengers Endgame. This is the fight of our lives. Komin í bíó. Góða skemmtun. Crosshjólin eru komin í Hagkaup. Hagkaup. Meira svona. Alla daga.
Salatvika, Salatvika. Öll salat á matseðli á aðeins 1390 krónur. Fresco, fyndu ferskleikan. Shine.is Glæsibæ. Snirti og húðvörur í miklu úrvali, förðun og förðunarkennsla. Shine.is Glæsibæ. Áttu erfitt með að koma þér fyrir í rúminu á kvöldin? Ertu ekki örugglega í besta rúminu fyrir þínar þarfir? Í Vók að finna mikið úrval af stillanlegum heilsurúmum sem gera lífið betra. Vók fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Vatn, malt, humlar, ger. Brúdók Reykjavík, Frakkastíg 8A. Ef þú lokar augunum núna, sérðu ekki örugglega litin á stofuveggjunum á æsku heimilinu þínu. Vissi það. Komdu og við hjálpum þér að finna. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár. Skapaðu framtíðina í HR. Það opið fyrir umsóknir til 5. júní. Háskólinn í Reykjavík. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. FM 957. Topp tónlistarstöðin. Já, tíminn líður hratt og það svona það bil að koma að lokum hjá okkur strákunum í FM 95 Blöð. Hvernig helgin hjá okkur, Pétur Jón? Hún bara rólega, það fótboltamót á morgun og TM-mótið maður. Gautin að keppa á. Ég að fara að standa í flutningum, nökkvi flutningameistarinn, allra hjálp mér á morgun og það ekki þreyttar í þessum heiminn að flytja, mæli með því að gera það sem sjálfnast. Það alveg ríkana. Það skemmtileg helgi framöndan hjá meisturum. En hjá þér Gilsari? Já, ég er í andlegum undirbúning fyrir spilafíklaferðina sem ég fer á miðvikudaginn. Já, þannig þú ert rólur þessa helgi. 10 mestu fyllibötum þjóðarinnar sko. Það er andlegur undirbúningu fyrir það. Já. Hvernig ætlar að undirbúið? Ég meina sko liggja heima og sko við fljúum hana til New York og síðan beint hoppaði ykkur að limmu og kyrt til Atlantic City sem 2,5 pluss flugið. Þannig að við erum að tala um fyllibötur á gamla skólanum hana. Það er ekki við tóm eftir. Nei. Þetta er krókurinn. Þetta verður erfitt. Það er bara þannig. En já, þannig að þetta er bara að vinna og undirbúningu fyrir það. En Rikki, var ekki frændið að senda skilaboð? Hvað kallaði þessi frændið? Já, ég sé að vera að stýttast í að koma aftan að agli og svona fara svona sökkerpöntsan. Hvað var frændiðin að senda sig? Hann var að spyrja, kemur þú í fermingun á sunnudaginn Páskar Guðnason? 16 ára sko. Hann að kenna unguðinu hérna. Nei, þetta er bara, þetta nafn er að dreifast. Já. Þetta er kleinifingurinn að detta út. Já. En hérna, eitt sem ég þarf að gera, ég veit ekki hvað það var að gera, Rikki. Ég þarf að kveðja? Já, ég veit, ég þarf að heyra eitt comedy. Hvað? Ég veit það til. Pétur Jóhann á eitt besta comedy of all time. Hérna í sögu eftir í blöð. Það tala um Massey Ferguson eða? Hárrétt, þegar hann hringdi, sagði hún gæði að tróða okkur byrja aðskölda á sér. Gæinn hringir inn á bylgjuna. Ég veit ekki hvað, allan að gæinn hringir á bylgjuna, næri beina og er að lasta stöð 2. Það var eitthvað fyllibetta sem hann byrja aðskölda á sér. Ég sagði hann að hann var að leita. Ég hringdi hann var að leita að Massey Ferguson. Hann var með auglýsingu í Bændablaðinu, er að leita að Massey Ferguson og ég spurði hvort hann væri búin að leita upp í raskatinu. Já, verður að spila þetta. Herri, ég kom með þetta og bara með þessum tölu orðum kæra þakki fyrir hjálpina Pétur. Og minnum á þáttiðin á mánudaginn næturgestir á Stöð 2 Svala Björgvins og Pétur gista á Santi Jósef Spítala. FM 95 Blöð verður ekki lengri í þessari viku. Við segjum bless. Takk fyrir mig. Ferguson. Ok, þannig þú getur sagt bara eftir að leita Massey Ferguson. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég sá auglýsingu, varst að leita að Massey Ferguson. Ég er með 185. Erst þú með 185? Já, varst að leita svoleiðis? Já, við erum svona sníklast eftir einhverju svoleiðis. Já, hvað ertu búin að vera að leita? Ég er bara auglýst svona og ég fengi svona viðbröð við þessu svolítið. Já, hefur prófað að leita upp í raskatinn á þér? Nei. Það ætti nú að vera nú plásið þar. Okkur? Já, talaði um það í sveitinni, það sé nú plásið í raskatinn á þér. Á mér? Já. Það komist einn traktor þar eða jafnvel fleiri. Það getur vel verið. Já, ég held þú ættir að kíkja upp í raskatinn og hvort þú finnir ekki traktor þar. Skil þetta nú ekki alveg? Nei, það er ekki eðlilegt, þú skilir það ekki. Já. Þetta er bara það sem er verið að tala um í sveitinni. Hvað sveitir það? Það er bara við strákarnir, þannig að þú kíkir upp í raskatinn á þér og ef þú finnur hann ekki þar, þá lætur okkur vita. Já, endilega. Já, bláttar. Hvað, þú læðir aldrei á það? Góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætlaði að lasta Stöð 2. Já.
Fyrir hvað? Þar einhver maður að hringja út með dónaskap í fólk. Já, ástöðu 2. Þessa stundina, já. Og hvernig lýsir sá dónaskapið sér? Það lýsir sér þannig, ég auglýsti auglýsingu í Bændablaðinu og hann var að svara henni og hann sagði að ég fyndi þetta upp í raskatinn á mér. Nú ná ég ekki hvað er þetta, stöð 2? Síma númerið stöð 2. Þú auglýstir í Bændablaðinu? Já, eftir ákveðnum hlut. Já. Og hann sagðist eiga svona hlut og sagði mér svo að ég fyndi þetta upp í raskatinn á mér. Mark sagði það. Svaraði hann í nafni stöðvar 2 í síma? Nei, ég leitaði upp í símanúmerið sem hann hringd úr. Var þetta eitthvað símarhekkur? Ég veit ekki svarað það. Nei. Já. Þeir taka nú upp á ýmsu hérna sem góðsarnir, ég veit það, en við skulum vona að þetta hefði verið eitthvað símarhekkur, að þetta hefði ekki verið. Maður nætti verið að meina þetta. Þetta var engin úlingur, þetta var fullorðinn maður. Já. Og ég spurði hvernig stæði á þessu og þeir sagði þetta hérna strákarnir í sveitinni að ég fyndi þetta hann upp í raskatinn á mér. Já. Þetta ljótt að heyra? Ljótt að heyra, en... Já, frá svona fyrirtæki. Já. Takk fyrir að benda okkur á þetta. Ok. Ég var búin að gleyma þetta. Eins og Hunter S. Thompson sagði, gott fólk drekkur góðan bjór. Brúdók Reykjavík, frakkast í 8A. Var nóttin erfið? Ertu ekki örugglega í besta rúminu fyrir þínar þarfir? Í Vók að finna mikið úrval af stillanlegum heilsurúmum sem gera lífið betra. Vók fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Það er 50% afsláttur af nammibarnum okkar frá föstudegi til sunnudags. Æsland opið allan sólarhringinn. Boltinn í beinni og boltatilboð á barnum. Keiluhöllin Egilshöll, Wembley okkar Íslendinga. Nú gildir sami afsláttur á öllum orkustofunum og hann hækkar eftir því sem þú mætir oftar. 7, 9 eða 11 krónur á lítranum í hvert skipti á öllum stöðvum orkunar. Orkan. Granít borðplötur. S. Helgason steinsmiðja síðan 1953. Arfa snjóflóðabakbókar fyrir vélsleða og fjallaskíðafólk. Garmin-búðinu Örhverfi, garmin.is. Hljóðlátari dekk fyrir þægilegra ferðalag. Veldu Goodyear. Mortens í hádeginu. Hann kostar 2000 krónur. Hamborgarafabrikan, hamborgarastaður allra. Og hefur svo gott sem gjörsamlega mist sjónar á markmiðum sínum. Og gamanmyndin Super Troopers 2 hafði